Komið sæl. Í dag hefur verið hægt vaxandi suðurlæga átt á landinu og víða rigning sunnan og vestanvert landið og talsverð úrkoma tíma vestanlands en kaldast síðastliðna nótt fór mest niður í 10 stiga frost á Hólum í Dýrafirði og eins var kalt á sunnanverðum Vestfjörðum og Þingvöllum. En hitinn í dag hefur náð að fara upp í 10 stig hæst á Sauðanesvita. En ef við skoðum hér hvernig lægðirnar eru og hæðasvæðin, þá hæðasvæði hér yfir Skandinavíu en lægð við Ammassalik á Grænlandi og frá henni liggja skil yfir vestanvert landið og liggja hér langt í suðurátt og valda því að það verður rigning að mestu leyti allt sunnan og vestanvert landið á morgun og talsverð úrkoma víða á Vestfjörðum og Breiðafirði í nótt og hefur verið varað við bæði skriðuföllum þar mögulegum í nótt og á morgun. En ef við skoðum hér hitasviðið þá tiltölulega milt loft yfir landin okkar og á morgun má reikna með að hitinn verði svona frá 4 og upp í 9, jafnvel 10 stig, hlýjast norðaustanvert landið en svo útlit fyrir að verði heldur svalara annað kvöld og aðra nótt en verður svo áfram milt hjá okkur næstu daga. En það hafa verið gefnar út viðvaranir út af vindi og vindhviðum á hálendinu og víða norðvestan til á landinu og þá varað við vindhviðum nærri fjöllum alltaf 35 metrum á sekúndu og eins varað við úrkomu á Breiðafirði og á það einkum við norðanvert Snæfellsnes. Og þróunin á þessu sú að þessar viðvaranir verða viðloðandi fram á nóttina, falla þá í gildi á Vestfjörðum miðnætti en aðra viðvaranir verða í gildi fram til klukkan 8 í fyrramálið og þá útlit fyrir að dragi heldur úr veðurhæðinni norðvestan til. En klukkan 8 í fyrramálið staðan þessu lík, suðlæg átt hjá okkur, svona 5 til 10 metrar á sekúndu allvíða hér austanvert landið en mun hvassara hér vestan til frá 8 og upp í 18 metrar á sekúndu og áfram á búast við einhverjum snörpum vindhviðum á hálendinu fram eftir degi og eins norðvestan til þegar það dregur úr því þegar líður á daginn. Og útlit fyrir að verði talsverð úrkoma á Vestfjörðum og við Breiðafjörð og hitinn svona frá 4 og upp í 10 stig. Og svo fram eftir degi á morgun gert ráð fyrir því að það verði áfram nokkuð hvasst hér á hálendinu fram undir hádegi en fer þá að draga úr styrk vindsins þar en úrkomusvæðið verður nokkuð þrálátt yfir norðvesturhluta landsins og sérstaklega á Breiðafirði lengst af á morgun. Og áfram varað við úrkomu þar þangað til annað kvöld. En undir kvöld á morgun verður staðan á þessa leið áfram suðlæg átt hjá okkur svona frá 8 og upp í 13 metrar á sekúndu, jafnvel eitthvað hvassara hér á stöku stað inn til landsins, rigning eða súld með köflum sunnanvert landið og áfram rigning eða slitta á norðvesturhluta landsins. Og svo fram til þriðjudags snýst vindur í austlæga átt og þá léttir víða til norðanvert landið en áfram á þó reikna með einhverjum dropum nyrst á Vestfjörðum og eins útlit fyrir að verði dálítil rigning eða súld með köflum hér allra syðst á landinu og það verður heldur svalara hjá okkur í bili. Og á miðvikudag áfram útlit fyrir austlæga átt, þurrt að mestu leyti norðanvert landið en rigning eða súld með köflum sunnan til og svo fram til fimmtudags þá herðir heldur á vindinum þannig að þá útlit fyrir að verði enn hvassara hér allra syðst, áfram austlæg átt hjá okkur og hiti svona vel yfir frostmarki víðast hvar og rigning eða súld með köflum hér á suðaustur og suðurlandi en yfirleitt þurrt norðan til á landinu. Og ef við skoðum hér örlítið önnur lönd í Evrópu, þá þetta hæðasvæði hér að valda því að það verður nokkuð gott veður á Norðurlöndunum á morgun, lægð í Frakklandi með rigningu í París og eins útlit fyrir skúri hér í Róm og Aþenu og eins útlit fyrir að verði eitthvað skúraleiðingar víða á Íberíuskaga á morgun. Og á Kanaríeyjum gert ráð fyrir björtu og fínu veðri á morgun og í Norður-Ameríku reiknað með köldu veðri í kringum vötnin miklu en annars nokkuð bjart veður suðaustan til. En látum þetta gott heita veðri í kvöld, verið sæl.